Þessi fundur heitir Hreint hjarta eða sælir eru hjartahreinir því þeir munu Guð sjá. Og það yfirskrift fundarins í dag og við ætlum að fjalla aðeins bara hjarta og hvað Biblían segir hjarta okkar og hvernig við getum öðlast hreint hjarta og hvað þýðir það. Ég ætla bara að hefja fundinn núna með því að biðja. Drottinn, ég bara bið fyrir þessum fundi og öllum þeim sem hér eru mættir í kvöld. Ég þakka þér fyrir að þú smyrð hjört okkar núna og ég þakka þér fyrir að þú ætlar að vinna stórkostlegt verk í hjarta hvers og eins sem hér í kvöld. Ég þakka þér fyrir að þú ætlar að stýra þessu, leiða þetta áfram og koma með einhverja stórkostlega opinberun, lækningu og líf inn í hjarta allra þeirra sem hér í kvöld í Jesú nafni. Amen. Amen. Og í samkvæmt Biblíunni og því sem að Guð kennir okkur þar, að þá hjarta okkar gríðarlega mikilvægt. Og það segir í Biblíunni að þegar Guð horfir á okkur, þá horfir hann á hjarta okkar. Og í fyrir Samúelsbók 16. kafla, þar segir Guð lítur ekki á það sem maðurinn lítur á, maðurinn sér hið ytra, en Drottinn horfir á hjartað. Og það tala bæði hreint hjarta og svo líka tala harthjarta og hvað það og hvernig það getur gerst að hjarta okkar verður hart. Og í rauninni í mjög stuttu máli tala harthjarta þegar við fjarlægumst Guð. Þegar við förum frá Guð eða yfirgefum hann eða fjarlægum hans, þá herðist hjarta okkar og það stundum tala forhert hjarta líka í Biblíunni, en hreint hjarta þegar við erum nálæg Guði, við færum okkur nær honum og þekkjum hann betur. Og Guð vill gefa okkur hreint og mjúkt hjarta. Og þegar við spyrjum okkur hvað átt við þegar við erum að tala hjarta, að þá getum við bara aðeins fengið skýrara mynd af því ef við ímyndum okkur hvernig manneskjan Við erum sál og andi. Það í rauninni kjarninn af því sem við erum og þegar Guð endurfæðir andan okkar, þá fáum við nýjan anda. Það kjarninn af því sem við erum andi og svo sál. Við fáum nýjan anda sem fæddur af Guði, svo höfum við líkama. Líkaminn ekki það sem við erum, heldur líkaminn þessi skel, eða hvernig við getum kallað, sem við höfum fengið á meðan við erum í þessum efnislega heimi hérna á jörðinni að lifa þessu lífi. Svo höfum við líka fengið hjarta og þá ég ekki að tala líkamlega hjarta, þess að líffarið, heldur hjarta sem ég kalla stundum orkuhjarta eða andlega hjartað. Og það mjög mikið tala hjarta í Biblíunni og það eitthvað svakalega mikilvægt og svona leyndardómsfullt við hjarta okkar. Og maður getur spyrja sig, af hverju horfir Guð á hjartað okkar þegar hann horfir á okkur? Og svarið einfaldlega það að því að með því að horfa á hjarta okkar, þá getur Guð séð hver við erum og hvernig og hver við raunverulega erum, hvað raunverulega býr í okkur og innra með okkur. Það þess vegna sem að Guð horfir á hjartað. Og þegar Guð hafði hafnað Sál sem konungi og smurt Davíð til að taka við sem konung, þá sendi Guð Samúel spámann sem hafði verið dómari í Ísrael og mjög mikils metinn og áhrifamikill til föður Davíðs og bað föðurnum að raða upp öllum sínum sonum af því að hann ætlaði að sjá hvern Guð vildi smyrja til konungs. Og Davíð, hann var yngstur af bræðrunum og hann hafði verið getinn utan hjónabands, var það ekki? Hvernig var það? Ég ekki alveg klár á því. Nei, það var allavega þannig að hann var svona ekki alveg talinn svona með í hópnum, þessum bræðrahópi og hann var svolítið svona falinn í fjöllunum og hann var látinn vera hirðir og gæta fjársins og meðan hinir bræðurnir voru að vinna voru hermenn fyrir konunginn. Og Davíð, hann var engin svona stríðsmaður eða hermaður og vegna þess að þá fannst föður hans ekki einu sinni taka því að kalla hann til að ráða honum upp til að sjá hvern Guð hafði viljað láta smyrja til að verða næsti konungur. Það bara kom ekki til greina að hann gæti mögulega verið
sá maður. Og Samúel kemur þarna upp og það er búið að raða upp bræðrunum og hann að skoða og hann sér sérstaklega einn bróðurinn sem var svona mjög hávaxinn og glæsilegur og stæltur og sterkur og hafði náð svona miklum frama sem hermaður fyrir konunginn. Og Samúel leit á hann og sagði þetta hlýtur að vera sá sem að Guð vill láta smyrja til að vera næsti konungur. Og að því hann leit svo konunglega út. En Samúel spámanni var fljótt ljóst að svo var ekki og í rauninni sagði Guð að enginn af þessum verður smurður til þess að vera konungur og Samúel leit á föðurinn og sagði, heyrðu, hann er ekki hérna, áttu fleiri syni. Og það var þá sem að þessi yngsti sonurinn Davíð var kallaður frá kindunum til þess að koma og þá sá Samúel að það var hann sem að Guð hafði smurt til að vera næsti konungur. Að því að Guð, hann horfði ekki á útlit Davíðs, heldur horfði hann á hjartað og síðar í þessari frásögn þá kemur í ljós hvaða var í hjarta Davíðs sem Guð sá, sem gerði það verkum að Guð ákvað að smyrja hann til konungs. Og það var nákvæmlega hreinleikinn, það er að segja hjarta Davíðs var svo nálægt Guði og beint að Guði og svo hins vegar þessa ofboðslega sterku trú sem að Davíð hafði í hjartanu sínu og það var nákvæmlega þetta tvennt sem að gerði það verkum að Davíð gat unnið þau verk sem að Guð fól honum sem að meðal annars að drepa risann Gólíat sem að engin annar hafði treyst til að einu sinni reyna að gera. Og það svipur svona keimlík saga varðandi þetta og varðandi hjartað í annarri Makkabæjabók og í öðrum kafla þegar verið að tala Daníel. Og þar hafði Daníel verið settur í dýflissu og kastað í dýflissu þar sem voru ljón, þar sem að í rauninni hann átti bara að vera étinn lifandi. Og í 60. versi í öðrum kafla segir, vegna hjarta hreinleika síns var Daníel hrifinn úr gini ljónanna. Það er að segja að, ef maður rétt að þá lokaðist bara munnur ljónanna og ljónin gerði ekki neitt og hann stóð bara þarna í dýflissinu og það var vegna hjarta hreinleika Daníels að þá fór þetta svona. Og ég hef svolítið oft talað þetta á þessum fundum og við það er í Orðskviðum 4. kafla 23. versi segir varðveit hjarta þitt framar öllu öðru því að þar eru uppsprettur lífsins. Og þetta vers er eitt af mínum uppáhaldsversum af því að það er svo ofboðslega sterk og skýr skilaboð frá Guði hjartað og hversu mikilvægt hjartað er og hversu miklu máli það skiptir fyrir okkur að skoða hjartað okkar með Guði og varðveita það og skoða og pæla í þessum versum í Biblíunni sem fjalla hjartað. Og það sem Guð er einfaldlega að kenna okkur er að lífið okkar sjálft lífið okkar kemur úr hjartan okkar, það sem við trúum, það sem við hugsum, það sem við segjum og tölum út, allt þetta er orka eða máttur eða kraftur sem að við höfum fengið frá Guði og með þessari orku eða þessu mætti sköpum við okkur sjálf, okkar líf, okkar heilsu og okkar kringumstæður. Og við viljum spyrja okkur, ef þetta kemur úr hjartan okkar, hvað er það þá sem að skapar innra í hjartanu okkar myrkur eða óhreinleika? Hvað er það? Hvaðan kemur það? Hvað gerist þegar hjarta okkar er dimmt eða myrkvað eða einhver partur af því? Og það er í fyrsta lagi skurðgoð og hjáguðadýrkun. Og það er mjög mikið talað skurðgoð og hjáguðadýrkun í Biblíunni. Og það eru vers í Biblíunni sem segja okkur að allt sem er ofar í okkar hjarta eða jafnhátt og Guð almáttugur og Jesús Kristur, það er skurðgoð eða hjáguð. Og það er þannig að í þessum efnislega heimi sem að við lifum og hrærumst í og erum svona gestir, hér, þá erum við svo rosalega upptekin af því hinu ytra.
af þessu efnislega, af að horfa á hið ytra og við dæmum og við veljum og oft lifum við lífin okkar samkvæmt þessum efnisheimi, samkvæmt því sem við sjáum hið ytra. Við horfum á kringumstæður fyrst, við leitum til fólks fyrst, við leggjum miklar áherslur á útlit, að byggja upp efnisleg gæði, að þykja flott og fín í augum annara og svo framvegis. Og það sem að gerist mjög mikið og þess vegna er svo mikið talað þetta í Biblíunni er að við byrjum að safna inn í hjarta okkar skurðgoðum og hjáguðum, jafnvel óafvitandi. Það sem við erum búin að setja okkur sjálf í þá stöðu að við erum að tilbiðja annað fólk, mat, svefn, peninga, völd, líkamann okkar, jafnvel okkar eigin heilsu eða jafnvel okkur sjálf, fjölskyldin okkar, börnin okkar, foreldra. Framar Guði sjálfum. Og í 14. kafla í Esekiel, í 3. versi, 2. og 3. versi segir: Þá kom orð drottins til mín, mannssonur, þessir menn hafa sett skurðgoð sín ofar öðru í hjarta sér og setti fyrir framan sig og það hefur orðið þeim til hrösunar. Það verður okkur til hrösunar þegar við höfum sett skurðgoð ofar í hjarta okkar. Og Jesús sagði: Leiti fyrst míns ríkis og réttlætis og yður mun veitast allt hitt að auki. Og það þýðir einfaldlega að við eigum að leita hans fyrst með allt í okkar lífi. Allt saman. Og ég er búin að vera á ferðalagi núna með Guði að svona hreinsa út skurðgoð úr hjarta mínu og Guði er búin að vera opinbera fyrir mér. Svo margt með þetta og hann hefur sýnt mér hvernig í rauninni hvað sem getur orðið skurðgoð í okkar lífi. Nefnum bara mat sem dæmi sem eitthvað sem ég tala mikið að því ég hef sjálf persónulega reynsla því að glíma við átröskun og mjög óheilbrigt samband við mat og þetta er mjög algengur vandi í dag. Og matur er eitt öflugasta skurðgoð í hinu vestræna heimi í dag og þetta er mjög sýnilegu vandi. Þegar okkur vantar huggun eða styrk, þegar okkur líður illa, erum við að leita fyrst í mat eða leitum við fyrst til Guðs. Og Páll sagði: Allt er leyfilegt en ekki er allt gagnlegt. Og við megum ekki láta neitt fá vald yfir okkur annað en Guð sjálfan. Og ef að matur, börnin okkar, vinnan okkar, annað fólk, svefnin okkar, tilfinningarnar okkar, ef að eitthvað af þessu er farið að hafa vald yfir okkur og farið að stjórna okkur á óheilbrigðan máta, að þá þurfum við að setjast niður með Guði og skoða hjarta okkar. Hvar í hjartanu mínu er ég búin að setja þessa hluti og er ég búin að setja þá ofar Guði eða hliðstæða Guði og þá skurðgoð eða hjá Guði að ræða. Og þá þurfum við að biðja Guð og þetta er það sem við ætlum að gera í hugleiðslubænum eftir að hjálpa okkur að sjá þetta, skoða hjarta og setja þetta á réttan stað í hjarta okkar. Auðvitað viljum við hafa fjölskyldun okkar í hjarta okkar, auðvitað höfum við annað fólk í hjarta okkar, en ef við erum farin að setja það ofar í hjarta heldur en Guð, þá er komin skekkja og þá erum við komin í vanda. Ef við erum veik, ef okkur líður illa, erum við að leita fyrst til Jesú eða erum við að leita fyrst eitthvað annað í áfengi, í mat, í síman, í sjónvarpið, til annara einstaklinga. Þetta er fyrsta atriði sem að setja myrkur í hjarta okkar. Það er skurðgoð eða hjáguðir sem eru hlutir eða annað fólk sem við höfum sett ofar eða hliðstætt Guði í hjarta okkar. Guð, Jesús Kristur, hann er svo eini sem á að vera efstur í hjarta okkar og ekkert annað. Annað atriði sem ég langar að nefna hérna, það sem skapar óhreinleika í hjarta okkar og það er að fjarlægast Guði, að víkja frá honum. Að búa til gjá eða skapa gjá á milli okkur og Guðs eða eins og það er svo oft talað í Biblíunni að snúa hjarta sínu frá Guði. Og það er mjög mikið talað þetta líka í Biblíunni í alls konar myndu, bæði í Gamla testamentinu og í Nýja testamentinu. Og í Matteus 7. kafla, þar er kafli sem ber yfirskriftina hið ytra og innra. Og þar segir í fyrsta versi
að vera að segja frá því að það söfnuðust þarna að Jesú farisear og einhverjir fræðimenn sem voru komnir frá Jerúsalem og þeir höfðu tekið eftir því að nokkrir lærisveinar Jesú voru að borða án þess að þvo sér fyrst hendurnar og að þeirra mati voru það svona vanhelgar, svona óþvegnar, óhreinar hendur og það var svona siður þarna, þú borðaðir ekki, að gyðingar þeir borðuðu ekki án þess að þvo hendur sína fyrst og það var svona erfðavenja forfeðrana og farisearnir og fræðimennirnir sáu þetta, þeir voru að borða með óþvegnum höndum og þeir spyrja Jesú, hvers vegna fylgja lærisveinar þínar ekki erfðavenju forfeðrana, heldur neita matar með vanhelgum höndum? Og þarna svarar Jesú í 7. versi, sannspár var Jesaja ykkur hræsnarana, þar sem ritað þessir menn heiðra mig með vörunum, en hjarta þeirra langt frá mér. Til einskis dýrka þeir mig, og þeir kenna eitt það sem menn hafa samið. Þannig að hann að segja að hjarta þeirra langt frá mér og þeir eru ekki að kenna það sem að ég hef kennt, heldur eru þeir að kenna einhverjar erfðavenjur frá sínum mannlegu forfeðrum. Og þarna talað hvernig hjartað getur verið langt frá Guði. Og þegar að við leitum Guðs, eins og við ætlum að gera í hugleiðslubænum á eftir með einlægt hjarta og segja bara ég sný öllu mínu hjarta að þér drottin og ég bara beini hjarta mínu að þér og fókusa á þig og þitt ljós, að þá gerist það innan með okkur að við beinum hjartanu og snúum því aftur til Guðs og þá hreinsast hjarta okkar. Og þriðja atriðið sem getur skapað myrkur inn í hjarta okkar, að það vantrú, neikvæðar hugsanir og lastmælgi. Og þessi 3 atriði mjög mikið fjallað þetta í Biblíunni og ég hef talað þetta aftur og aftur og aftur. Og þegar ég tala vantrú, þá ég í rauninni bara, þá fellur þar undir röng trú, eins og til dæmis djöfullinn hefur valdið yfir Guði. Þetta myndi ég flokka sem ranga trú eða vantrú. Það getur líka verið skortur á trú, bara ég trúi ekki á Guð, ég trúi ekki að Jesú hafi dáið á krossi og tekið á sig alla mína syndir. Það skortur á trú, það líka vantrú. Þannig að þarna geta fallið undir þessi atriði sem ég kalla vantrú. Og neikvæðar hugsanir, eins og ég hef sagt áður, hver hugsun orka kraftur og ef við erum að leyfa hugsunum okkar að fara inn í svartnættið og myrkrið, kvíðan og óttan og hatrið og fordæminguna, að þá það krafturinn sem við erum að skapa innra með okkur og það getur sett myrkur inn í hjarta okkar. Og trúin kemur úr hjartanu, að hún getur verið bæði myrkur, en vantrúin, trúin getur bæði verið ljós, en ef það vantrú, þá að ræða myrkur. Og það sem við trúum bara eitthvað sem við höfum hugsað aftur og aftur og aftur og aftur. Þannig að ef við byrjum að hugsa, ég er ómögulegur, aftur og aftur og aftur, og við leyfum þessum myrku hugsunum að fara inn í hjarta, þá erum við farin að trúa því. Þetta líka bara alveg sem einhver segir eitthvað við okkur, aftur og aftur og aftur, eitthvað neikvægt, eitthvað ljótt eða óheilbrigt og við veljum að trúa því, þá það komið inn í hjarta og þá orðin trú. Og það svo mikilvægt þegar við skynjum þessar neikvæðu hugsanir sem að allir skynja einhvern tímann og í mismiklu mæli og sumir bara dálítið oft, að við veljum ekki að trúa þessum hugsunum. Við veljum alltaf að trúa eingöngu því sem heilbrigt, bjart og fallegt og því sem í samræmi við orð Guðs. Af því að það sannleikurinn, af því að Guð sannleikurinn. Við viljum ekki hleypa myrkri og blekkingunni í hjarta okkar. Í 7. kafla í Matteusar Guðspjalli, þar segir í 14. versi, aftur kallaði Jesús til sín mannfjöldan og sagði, heyri mig öll og skiljið, ekkert það utan mannsins sörgi hann, þótt inn í hann fari. Þannig að segja bara ekkert sem fyrir utan okkur, þótt að fara inn í okkur, getur sörgað okkur. Það segir ekkert. Þetta mjög sterkt til orða tekið þarna hjá Jesú. Hitt sörgar mannin sem út frá honum fer. Það sem fer út úr okkur, það það sem að sörgar okkur.
ekki það sem fyrir inn í okkur. Ef einhver hefur eyru að heyra, hann heyri, segir Jesús. Og þegar að Jesús var komin inn frá fólkinu, þá fóru lærisveinarnir hans að spyrja nánar þetta. Og þá segir hann, skiljiði ekki að ekkert sem fyrir inn í mannin utan frá getur sörgað hann, því að ekki fer það inn í hjartað, heldur í magan og síðan út í safnþróna. Og þannig lýsti hann alla fæðu hreina. Og svo sagði Jesús, það sem fyrir út frá manninum, það sörgar mannin, því að innan frá, úr hjartanu, úr hjarta mannsins, koma hinnar illu hugsanir, sörlifnaður, þjófnaður, manndráp, hórdómur, ágirnd, illmennska, sviksemi, taumleysi, öfund, lastmælgi, hroki, heimska. Allt þetta illa kemur innan að og sörgar mannin. Þetta er mjög sterkt til orða tekið. Allt þetta illa kemur innan frá og það er það sem að sörgar mannin. Það er það sem að hleypir myrkrinu inn þegar við opnum leið fyrir myrkrið með því að skapa myrkrið innan með okkur. Og þarna sjáum við það er ekki tilviljun hversu mikið er talað hjarta í Biblíunni og spurningin er svo, hvernig vitum við hvað býr í hjarta okkar og höfum við sem manneskjur eitthvað vald yfir því. Og þarna langar mig að nefna 7. kafla í Lúkasarguðspjalli, þar sem að segir að af ávöxtunum þekkist tréð. Og í 43. versi segir því að ekki er til gott tré er beri slæman ávöxt, né heldur slæmt tré er beri góðan ávöxt, en hvert tré þekkist af ávexti sínum, enda lesa menn ekki fíkjur af þyrslum né vínber af þyrnirunni. Góður maður ber gott fram úr góðum sjóði hjarta síns, en vondur maður ber vont fram úr vondum sjóði. Af gnægð hjartans mælir munnur hans. Og þetta þýðir að lífið okkar, ávextur okkar, það sem er að gerast, það sem við sköpum inn í lífinu okkar, það kemur úr hjartanu. Og ef það er vondur sjóður í hjartanu okkar, þá koma vondir ávextir. Ef það er góður sjóður í hjartanu, þá koma góðir ávextir. Og hann segir bara út hjartað talar munnurinn. Af gnægð hjartans mæli munnur hans. Og það eru fleiri vers sem við ætlum ekki að fara mjög ítarlega í hérna, bara tímans vegna sem að segja þetta. Eins og til dæmis í 16. kafla í orðskviðum segir í 9. versi, hjarta mannsins velur leið hans. Í sama kafla segir í 23. versi, hjarta spekingsins ræður orðum hans. Og í Sálmi 73 segir, frá mör hjarta kemur misgjör þeirra, hugur þeirra er þrunginn illum áformum. Og í 17. kafla í Sýraksbók segir, skynsemi gaf hann þeim tungu og augu, eyru og hjarta, svo þeir mætti hugsa. Og þarna er Biblían að segja mjög skýrt það sem við trúum, hugsum og segjum kemur úr hjartanu. Og í Rómverjabréfinu 10. kafla í 8. versi, þar segir nálægt þér er orðið í munni þínum í hjarta þínu. Og þarna segir að þú játar með munni þínum Jesús er drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi vakið hann upp frá dauðum verður þú hólpið. Með hjartanu er trúað. Og þegar við horfum á líf okkar, á heilsu okkar, á líðan okkar, á árangurinn okkar, á fjölskyldun okkar, þá sjáum við nákvæmlega hvað það er sem býr í hjarta okkar, af því að það er það sem býr í hjartan okkar. Og ef við viljum breyta einhverju af þessu, breytast sjálf, breyta einhverju í okkar lífi, þá þurfum við að fara í hjartað og breyta því þar. Af því að þá mun að koma út úr hjartanu út á við. Skiljið hvað á við. Og ég hef lengi verið í svona sjálfsskoðunar umbreytingaferðalagi með Guði, alveg frá því að ég frelsaðist vorið 2019. Og við erum búin að fara víðan völl, umbreyting á hugafari, breyta trú, breyta hegðun og síðan fórum við í gegnum þessa hreinsun á hjartanu mínu og ég var svo oft að biðja til Guðs, ég sagði, sýndu mér hver er rótina þessu, ég var svo upptekin að finna rótina af því sem ég vildi breyta innan með mér og svarið frá Guði var alltaf það sama. Skoðaðu hjartað. Og stundum þegar ég var að biðja til Guðs og biðja hann að sýna mér eitthvað, þá var ég farin að segja svarið frá honum áður en ég heyrði það, eða leið og hann talaði til mín og stundum var ég bara skoðaðu hjartað, af því ég vissi fyrirfram
hverju hann myndi svara og Guð vill að við séum leitandi, hann vill að við séum biðjandi, hann vill að við séum að knýja á, hann vill, það ekki þannig alltaf, hann vilji gefa okkur allt á silfurfati, hann vill að við séum með honum í þessu ferðalagi af því að það gefur okkur nánara samband við hann að við þurfum og erum stöðugt að leita til hans. Og þegar ég fór í þessa vinnu, þvílíkur skítur og gröftur sem búin að koma út úr hjartanu mínu í gegnum þetta ferðalag og svo margt sem ég hafði ekki hugmynd og það var svo margt sem ég trúði sem ég hafði ekki hugmynd að ég hafði trúað og bara trúði varla að ég tryði. En ég sá það ekki fyrr en ég fór að kafa og rannsaka mitt eigið hjarta með Guði og sú upplifun var í algjöru samræmi við það sem ég las svo síðar í Jeremía í 17. kafla, það sem segir í 9. versi, svikult hjartað framar öllu öðru og forhert, hver skilur það? Svo segir, ég drottinn rannsaka hjartað og prófa nýrun og í ensku þýðingunni ekki talað nýru heldur talað hugan. Og rannsaka hjartað og prófa hugan. Og þegar ég fór að hugleiða þetta vers, ég svikult hjarta, hvað þýðir það, bara geði mér opinberun. Og Guð fór að tala til mín, og það sem þetta þýðir að hjartað það er svo hulið og dulið, það sem býr í hjart okkar. Og stundum, og það er svo oft þannig að út úr hjartan okkar að koma eitthvað líf sem að við endilega viljum ekki, að fylgja mér. Og af því að við höfum ekki rannsaka hjarta með Guði og hreinsa hjarta og það í þessum skilningi sem að Guð að tala svikult hjarta, því hjarta að skapa líf sem að við höfum ekki endilega óskað okkur eða viljum kannski mögulega einu sinni lifa. Og þess vegna þurfum við svo gott að geta farið í þetta ferðalag með Guði að hreinsa hjarta og lækna hjartað. Og við höfum rosalega mikið það að segja sjálf, hvað býr í okkar hjarta og þegar við leitum til Guðs með að hann opinberi fyrir okkur hvað í hjarta okkar, þá sýnir hann okkur það og það svona samferðalag með honum og samvinna með honum að hreinsa hjartað. Og í fyrra Kórinthubréfi 4. kafla segir, hann mun leiða það í ljós sem í myrkrinu hulið og afhjúpa allt það sem í hjarta dylst. Hann mun afhjúpa allt sem í hjarta dylst. Og svo segir líka í Síraksbók að drottinn rannsakar hyldýpið og hjarta manns, alla leyndardóma þeirra þekkir hann til hlítar. Þannig að í hugleiðslubænni núna eftir, því ég ætla bara að gefa orðið yfir til Einars, að þá ætlum við að fara stíga svolítið inn í þetta ferðalag með Guði og fá hann til að vinna með okkur í að hreinsa hjarta okkar og við ætlum að beina hjarta okkar algjörlega að honum. Já, þá ætla ég að fara með nokkur orðum þetta. Mig langar að byrja á að lesa vers sem í Mattheus 5. Þá segir Jesús, sælir eru hjartarhreinir því að þeir munu Guð sjá. Og það reyndar á öðru stað í Biblíunni talað sjón hjartans. Hjartað í þessari merkingu ekki vöðvinn sem að pumpa og ég lenti nú einu sinni í því að þurfa að fara til læknis því að það gekk ekki í takt, það var svona rafboðin voru vitlaus og þá var það lagað. En það er verið að tala þetta svona hjarta sem í sál okkar og tengist and okkar sem Guð sér og hjartað getur séð. Guð sér hjartað og hjartað getur séð. Ég man einu sinni eftir því að ég var í kaþólskri jarðarför, það var verið að jarða föðurbróður minn og þá sagði presturinn, ég ætla ekki að fjalla lífslaupans, ég hef aldrei farið í kaþólsku jarðarför áður og ekki eftir þetta heldur, ég veit ekki hvort þessi venja, sem hann ákvað að vera ekki með neitt æviágrip. Því hann sagði, nú hans innsta eðli komið fram, hann ekki þessum líkama og nú hann
sko að því þegar við erum í líkamannum, þá erum við svona þegar við erum svöng og öðru þegar við erum södd, við erum svona þegar við erum þreytt og öðru þegar við erum upplögð. Allt þetta eitthvað breytilegt, en þegar Guð sér okkur, þá horfir hann á hjartað. Og það hjartað sem skiptir Guði máli að fá eiga við hjá okkur, breyta því, laga, hreinsa það og svo framvegis. Og þetta svo sterkt að þegar Guður hreinsa hjört okkar, þá sjáum hann með okkar andlegu augum hjartans. Það var einhvern tímann á tímum Sovétríkjanna þegar að guðleysi og trúleysi var á námskrá grunnskólana og allra skóla í Sovétríkjunum, allir að læra það að vera ekki til Guð. Og þá hefði Júri Gagarin, sem fór fyrstu mann út í geiminn, hann hefði sagt, ég sé engan Guð. Og svo var kennarinn að segja, og svo þess að vitlausu trú, sko, að trú á Guð, að Júri Gagarin hefði farið út í geiminn og þar hefði engin Guð verið, hann hefði ekki séð neitt Guð. En það var ein stelpa sem hefði verið alin upp á kristnu heimili sem rétti upp hönd og spurði kennarinn, var hann með hreint hjarta? Og kennarinn vissi nú ekki hverju átti að svara og þá sagði hún að stendur í Biblíunni að þeir sem að sjá Guð, það eru þeir sem eru með hreint hjarta. Og hvernig hreinsar Guð hjörtum okkar? Það er tvennt sem, það er talað hreint hjarta í tvenns konar merkingu. Það er annars vegar, þegar að Guð við gefum Jesú líf okkar, þá erum við hreins við hans blóði. Guð horfir á okkur, hann sér enga synd í líf okkar, hann sér ekkert rangt, jafnvel þó okkur finnist við ómögulega og ömögulega eða hvað sem okkur finnst okkur sjálf. Ég man alltaf eftir því að þegar ég gaf Jesú líf mitt, þá fór ég oft þá sá ég svona oft gallana minna betur og reyndi að segja nú í dag að koma engi galla frá hjá mér og þá komu 50, nei, ég veit ekki hvað eru margir en þegar Guð sá mig, þá sá mig í gegnum Jesú að hann var búið að hreinsa mig í hans blóð og hreinsa hjarta mitt í hans blóði. Síðan er talað líka að hreinsa hjörtun í Biblíunni í þeirri merkingu að Guð sópa útruslinu og setja eitthvað yndislegt inn í staðinn. Og eins og það skiptir máli því að Jesús segir í Lúkas 12, því hvar sem fjársjóður yðar þar mun og hjarta yðar vera. Hjarta eins og áttaviti og nálin fer þangað sem fjársjóður okkar eru. Það fer þangað sem það dýrmætast í líf okkar. Og ef það dýrmætast samfélagið Guð, þá fer hjarta okkar þangað. Ef það dýrmætast eitthvað annað, þá fer hjarta þangað. Eitt sem Guð vil gefa okkur er heilt hjarta. Og Guð gengur svo langt í Biblíunni að segja að það betra að vera heitur eða kaldur. Það besta er að vera eitthvað staðar með annan fótinn í kalda vatninu og hinn í heita vatninu, sko, og vera hálfvolgur. Og í Sálmi 85 þá er þessi bæn, vísa mér veg þinn drottinn, að ég gangi í sannleika þínum. Gef mér heilt hjarta að ég tigni nafn þitt. Og Guð vil gera hjarta okkar heilt. Og við förum bara í eina átt með það. Og eitt sem að Guð vill svona laga hjá okkur, það er ofsi, eigingirni og slíkt. Og þetta skaðar okkur og við viljum ekki hafa þetta. Það vill enginn hafa svona. Ekki raun og veru. Og Jakobsbréfið segir, hver er vitur og skynsamur á meðal ykkar? Hann sýnir það með því að vera hóglátur og vitur í allri breytni sinni. Og það er nú þannig sko að þegar eitthvað kemur upp, þá langar okkur ofta að rjúka upp, fara í fætingin og láti okkur heyra. En Jakob segir, en ef beiskur og ofsi og eiginginni býr í hjarta ykkar, þá stærið ykkur ekki og ljúið ekki.
Þekkir það þegar beiskur ofs og eiginni, þá förum við að stæra okkur, tyggum okkur sjálf í staðinn fyrir Guð og byrja að ljúga í staðinn fyrir að vera í sannleikanum. Og hann segir, sú speki kemur ekki að ofan, heldur hún jarðnesk, andlaus, djöfuleg. Því hvar sem ofsi og eiginni þar óstjórn og hverskins spilling. En sú speki sem að ofan hún í fyrsta lagi hrein, friðsöm, ljúfleg, sáttgjöt, full miskunnar, góðra ávaxta, óhröð, hlutdræg, hræsnislaus, en friðflytjendur uppskera réttlæti og frið. Og þetta það sem Guð vill vinna í okkur. Og öll erum við með eitthvað sem Guð hefur átt við, en líka eitthvað sem hann á eftir eiga við. Amen. Þannig vill hann hreinsa okkur. Já. Og Páll postuli skrifaði ungu vini sínum bréf og í því sagði hann, flýð þú æskuna gyrndir er stundar réttlæti, trú, kærleik og frið sem ákalla drottin af hreinu hjarta. Og svo ætla ég að enda því að segja ykkur að í Kórinthubrefi, öðrum Kórinthubrefi, 5. kafla, segir Páll, ekki hrósi ykkur af því ytra, hrósi ykkur af hjartaþelinu. Og því flottara sem þar við getum hrósað okkur af bílnum okkar. Við getum hrósað okkur á húsinu og flottu íbúðinni. Sixpackinu. Sixpackinu. Það sést nú ekki að mér. En það sem að Páll segir að sé flott að geta hrósað af, það er hjartaþelið. Og í sem sagt, ég ætla bara að enda á að tala sjón hjartans, að Páll segir, ég bið drottin vors Jesú Krist, föður dýrðarinnar, að gefa ykkur anda speki óperuna svo þið fáið þekktan. Ég bið hann að upplýsa sjón hjartans svo þið fáið að sjá hver svo von sem hann hefur kallað okkur til. Og svo talar allt þetta yndislega sem Guð hefur handa okkur. Amen. Og þegar leiðum við segjum Guð, Jesús ég gefi líf mitt úr minn drottin og Guð, þá hreinsar Guð hjartað í blóði sínu, blóði Jesú. En þegar við sem byggjum Guð að eiga við hjartað, þá förum við að sjá meira inn í hinn andlega heim, sjá meira hver Guð og sjá svona dýrlega hluti og líf okkar byrja að umbreytast í innra og svo hefur það áhrif á allt sem í ytra. Amen. Amen. Já, amen og takk fyrir þetta og það er þetta samstarf sem við viljum hafa með Guði við að hreinsa hjartað og við ætlum að fara stíginn í það en það sem við getum gert líka bara sjálf er að nota bæn og það er mjög falleg bæn í Sálmi 139 því að Guð, hann ryðst ekki inn á okkur. Þú veist, við leitum til hans og við segjum Guð, núna vill ég vinna með þér, ég hreinsa hjarta mitt og ég vil fá út allan þennan skít. Þegar ég fór að skoða hjarta mitt, það var alls konar vantrú, lastmælgi, illar hugsanir, rosaleg sjálfshyggja og sjálfsókn. Það var fullt af eigingirni, hræðslu, það var alls konar myrkur sem var að vellast upp úr hjartan og Guð var að sýna mér þegar ég leitaði til hans í einlægni og það er svo mikilvægt að við séum ekki í einhverju skömm eða niður yfir gagnvart okkur, við erum manneskjur, Guð veit alveg hvað er í hjarta okkar en hann tekur við okkur opnum örmum þegar við erum tilbúin að fara í þetta ferðalag og það er allt í lagi, þótt þetta sé í hjartan okkar að því að við erum að vinna með Guði í að hreinsa þetta út og það er bara gott að geta séð þetta hjá sjálfum sér að því leið og maður gerir það, þá byrjar maður að átta sig á bæði að skilja sjálfa sig betur en líka aðra betur. Hvað er undir því þegar einhver er með beiskan ofsa eða fer í það sem við köllum slæma hegðun og undir er oft bara einhver ótti eða hræðsla eða að líða illa með sjálfa sig eða verið í einhverjar vantrú gagnvart Guði og það hjálpar okkur svo mikið að öðlast þennan frið, að fara ekki einhvern veginn í þennan ofsa eða að æsa sig upp
upp eða velja ófriðinn þegar að maður að eiga við einstaklinga sem að eru sjálfur að glíma við sitt eigin myrkur í sínu hjarta. Þannig að það er mjög mikilvægt það líka og og það er þessi bæn sem svo falleg í Sálmi 139, 23. versi: prófa mig Guð og þekktu hjarta mitt, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar og sjá þú hvort ég geng á glötuna vegi og leið mig hinn eilífa veg. Þannig ég mæli með þessari bæn. Og já, við notum þess að bæn og hugleiðslu og við veljum að trúa og hugsa og segja eingöngu það sem er heilbrigt, fallegt, gott og í samræmi við það sem Guð er. Og hvað er Guð? Guð er kærleikur, trú, von, heilbrigði, friður, hann er lækning, hann er ást, hann er allsnægtir. Þannig að við veljum að trúa og hugsa og segja eingöngu það. Og þetta er þjálfun og æfing. Þetta er ekki eitthvað sem að gerist á einum degi. Við þjálfum okkur í þessu og ef við finnum að við erum byrjað að tala bara þvílíka myrkrið og bara þessi er umhverfið alltaf, gengur alltaf allt svo illa, þetta er svo ræðilegt og alltaf þegar ég lendi þessu og kemur þessu og gerir þetta og bara og svo sittum við eftir og bara úps, þarna var ég ekki að tala ljós inn í lífið mitt, heldur myrkur, að þá fyrirgefum. Við bara fyrirgefum, við tökum þetta, afhendum þetta til Guðs, Guð takk þetta frá mér, fyllti hjarta mitt að ljósi. Við gerum öll mistök. Við hugsum öll stundum neikvæðar hugsanir eða segjum eitthvað neikvætt. Það er allt í lagi. Við bregðumst með fyrirgefa og afhenda Guði það og biðja Guð að setja eitthvað inn í hjarta okkur. Stundum þegar ég er að lesa í Biblíunni og ég er að lesa eitthvað og ég veit ekki alveg, ég er ekki alveg viss, trúi þessu. Að þá segi ég tek þessi orð, ég tek þetta vers og ég setja inn í hjarta og ég vel að trúa þessu. Ég tek ákvörðun að trúa þessu af því að þá kemur þetta inn í hjarta okkar og verður að trú. Skiljið hvað við? Þannig getum við líka haft rosalega mikil áhrif á það hvað við erum að setja inn í hjarta og hverju við erum að hleypa inn í hjarta okkar. Og í þessari hugleiðslubæn þá ætlum við að setja Guð og Jesú allra efst í hjarta okkar. Það var svo fallega orðað, hvernig Einar var að orða þetta með áttavitan. Það sem þú beinir, það sem að fjársjóðurinn er, það er hjartað. Ef að fjársjóðurinn er í fjölskyldin henni, þá beinist hjartaðið þar og þá er komin skrekki hjarta og þá er orðið skurðgoð. Og þá getur þitt samband við fjölskyldinu þína aldrei orðið eins heilbrigt og það væri ef fjársjóður okkar er Jesú er efst í hjartanu, af því að þá mun okkur veitast allt hitt að auki. Þannig að þetta er gríðarlega mikilvægt, þetta er einu bara svona annað orðalagi það sem ég var að nefna áðan með skurðgoðin. Ef okkur líður illa, þá leitum við til Guðs. Ef einhver er veikur, okkur vantar lækningu, þá leitum við fyrst til Drottins. Ef það er krísa, áföll eða erfiðleikar, við leitum fyrst til Drottins. Ef okkur vantar ráð, lausn, trú eða hreinlega kraftaverk, þá leitum við fyrst til Drottins. Ekki fara að leita, spyrja eitthvað ráða sem er sjálfur allt í messi í sínu lífi og hefur ekki hugmynd hvað hann er að tala um. Leitaðu til Guðs. Og ef okkur vantar hvíld eða huggun, stuðning, styrk, samfélag, vináttu, ást, heilbrigði, þá leitum við fyrst til Drottins. Ef það er sársauki, þyngsli, spenna, ótti, kvíði eða vanlíðan í hjartanu, oft finnum við bara þyngsli í hjartanu, hraðan hjartslátt, þá leitum við fyrst til Drottins og við skoðum þetta með Guði og biðjum fyrir því. Og rótin að öllu er að finna í hjartanu okkar. Og amen, þannig að nú ætlum við að fara inn í hugleiðslubæn og taka svona kannski 12-13 mínútur í henni og í þessari bæn ætlum við náttúrulega fyrst og fremst að byrja á því að velja það að trúa að Jesús sé Guð og taka á móti honum og endurfæðingu hans fyrir þá sem hafa ekki gert það nú þegar og síðan ætlum við að afhenda Guði hjarta okkar. Við ætlum bara að afhenda honum hjarta okkar og bara segja, gerðu við hjarta okkar það sem þú vilt, Drottinn, og gefðu okkur þitt hjarta. Síðan ætlum við bara að fara í þessa bæn að biðja Guð að hreinsa og lækna hjartað og rannsaka og prófa það, næra það með náðsynni og síðan opinbera fyrir okkur það sem í hjarta okkar dylst. Og við ætlum að setja Jesú Krist allra efst í hjarta okkar
og snúa öll okkar hjarta til Drottins. Og svo og þetta virkar þannig að ég bara segi litla bæn og svo getur hver og einn annarkvort sagt uppátt eða í hljóði í hjartanu sínu bara endurtekið bænina innra með sér og þá gerist þetta. Og síðan í lokin þá ætlum við að taka bara kannski örfá mínútur þar sem við ætlum að eiga bara stund með Guði. Við ætlum að algjörlega að útiloka alla truflun og allt umhverfi og við ætlum að sitja bara vera í nærveru Guðs og segja ég ætla að vera hér með þér og ég ætla ekki að hugsa um neitt annað, heldur bara að fókusa á þig Guð. Amen. Amen. Það máttu bara koma þér þægilega fyrir. Annarkvort það sem þú situr eða liggur. Ég ætla að bjóða þér að draga djúpt inn andann og þegar þú blæst frá þá leyfir þér að fara inn í afslöppun. Þú leyfir þér að slaka á og þú leyfir þér að hvílast í Guði. Og ég legg þessa stund í þínar hendur Drottinn. Ég bið þig að tala í gegnum mig. Ég legg alla þá sem eru hér að hlusta í þínar hendur. Verði þinn vilji, ekki minn. Í Jesú nafni. Kæri Jesús, ég trúi því í hjarta mínu að þú ert Guð, að þú lifir í dag. Ég þakka þér fyrir Jesús, að þú dóst á krossi fyrir mig. Og ég þakka þér fyrir að blóð þitt hefur þegar hreinsað mig og hreinsað hjarta mitt. Takk fyrir að endurfæða anda minn. Takk fyrir að ég lifi í þínu ljósi og í þínum kærleika og í þínum friði alla eilífð. Nú ætlum ég að bjóða þér að bara tengja þig við hjartað. Kannski sérðu það fyrir þér í huganum. Drottinn, ég gef þér hjarta mitt eins og það er. Í Jesú nafni þá afhendi ég þér allt mitt hjarta. Og ég bið að gefa mér þitt hjarta. Og ég bið að móta hjartað. Lækna hjartað. Og hreinsa það. Og ég þakka þér fyrir Drottinn að þú skapar í mér hreint hjarta, heilbrigt hjarta og ég bið þig að fylla hjarta mitt af þínu ljósi, af þinni lækningu, af þinni ást. Ég hleypi þér Jesús djúpt inn í hjartað og þú ert konungurinn yfir hjartanu mínu. Og ég vel að setja þig, Jesús, allra efst í hjarta mitt. Ofar öllu öðru í mínu lífi.
Og þú einn. Situr efst í hjarta mínu. Í Jesú nafni. Og ég þakka þér fyrir Drottinn að þú nærir hjarta mitt með náð þinni. Og ég tek ákvörðun frá hjartanu. Að snúa hjartanu mínu algjörlega, öllu hjartanu mínu að þér Drottinn. Að því að þú Drottinn ert fjársjóður minn. Þú Drottinn ert fyrir framan mig og ert númer 1. Og ég vel að leita fyrst þíns ríkis og þíns réttlætis framar og ofar öllu öðru. Í Jesú nafni. Amen. Og nú ætlum við bara að eiga bara 2-3 mínútur bara með Guði. Bara í hans nærveru. Og ef að hugurinn vill leita annað, þá bara beinir honum aftur tilbaka. Ég er hér, Guð. Með þér. Og Guð er að setja eitthvað stórkostlegt og fallegt inn í hjarta okkar.
Og þú finnur fyrir hendi Guðs á hjartaneginu. Og þú finnur að það er eitthvað fallegt og gott og stórkostlegt framundan. Að Guð er búinn að vinna eitthvað dásamlegt verk í þínu hjarta. Hvað Guð elskar þig mikið og hvað hann gleðst mikið þegar þú leitar hans. Þegar þú setur hann efst í hjarta þitt. Þú máttu bara leyfa þér að koma hægt og rólega tilbaka. Bara opna augun hægt og rólega og finna friðinn og gleðina og kærleikann. Amen.